Láttu engan plata þig. Vara þig að enginn villeiði þig, jafnvel í Jesú nafni. Unglingar sem að fermast á Íslandi fá það að heyra frá sínum presti að þetta að vera öðruvísi kynhneigður, að þetta bara eðlilegt. Það sem hét fyrir 25 árum síðan perraskapur, það á nú bara að heita að vera öðruvísi kynhneigður. Og þú ert bara fæddur svona, þú verður bara að lifa með þetta. Bullskítur. Bullskítur. Prestar Kölskans. En þú segir prestar Kölskans, er það nokkuð hægt? Já, það er víst hægt. Það er eitt vers sem talar það að sjálfur Satan kemur í mynd ljósengils. Og veistu hvaða sambandi það stendur í? Nei, það veistu ekki. Þú lest ekki Biblíuna þína. Ég veit að fólk lesa ekki sína Biblíu lengur. Ég veit það vel. Láttu engan plata þig. Láttu engan leiða þig af leið. Passa þig á síðustu tímum. En er það nokkuð hægt að vera prestur Kölskans? Já, en þeir tala Jesús. Já, en þekki hann ekki. Þeir eru falskir postular. Í því sambandi stendur það. Síðara Kórinthubréf 11:13. Frá 12, en það sem ég gjöri, það vil ég gera, að ég með afskera tilefni frá þeim sem þrá tilefni, til þess að í því sem þeir hrósa sér, þeir með vera fundnir eins og við. Því að slíkir eru falskir postular, svikvísir verkamenn, sem umbreyta sig í postula Krists. Þeir þykjast vera, þeir eru að leika. Og það er alveg hægt, ég meina, einhver manneska getur farið á guðfræðiskóla og mér langar að vera prestur, Pabbi minn var prestur og afi minn var allir prestar og það er virðulegt starf, en ég er líka frímúrari. Og ég er svo klókur og mér finnst gaman að lesa og ég er eiginlega meira spekingur, heimspekingur. Og það er akkurat hvað þeir eru meir heimspekingar. Og þeir nota bara Biblíuna, nota það sem, það sem er jákvætt og ljóst og gleðandi og þetta getur gefið okkur öllum eitthvað. En Guð, hann er bara góður, algóður, hann dæmir aldrei. Og það er ekkert synd, það eina sem er synd, það er ef þú nærði ekki að verða að öllu sem þú ættir að verða í lífið þínu. Þeir sjá bara jarðneska lífið. Þeir trúa ekki á himinin eða helviti eða upprísu líkamsins eða neitt. Ég veit þetta. Eru þeir þá prestar Krists? Nei, ég segir að segja þér, þeir eru prestar Kölskans. Það er ekki bara mín áskoðun, ég veit þeir eru það.
Og svo segir næsta versið, og engin undrun því að Satan sjálfur umbreytist yfir í ljósengil. Því það engin mikill hlutur að þjónar hans líka verði umbreyttir sem þjónar réttvísis, hvers endir mun verða samkvæmt verkum þeirra. Sko hann akkurat að tala falska apostula. Og svo segir hann að þeir breyta sig, þeir koma fram eins og þeir væru, en þeir eru falskir. Og svo segir hann að Satan kemur eins og ljósengil, hann breytir sig. Og svo segir hann að, svo talar hann þjónar hans. Hverjir eru þá þjónar hans? Þessir falsku apostular. En hvar finnast þeir? Þeir finnast í kirkjunum. Ef þú ferð í kirkju þar sem prestur talar sem ekki persónulega trúaður frelsaður, þá ertu að hlusta á postula Satans. Og hann getur ekki leitt þig réttan veg, hann mun leiða þig af vegu, alveg 100%. Satan sem breytir sig, sem kemur eins og hann væri hann engin ljósengil. En hann notar blekking, hann notar lygar. Og hann notar fögur orð. Og það er líka að tala það í Biblíunni, láttu ekki blekkja þig á uppblásnum, fagurlátum orðum sem hljóma svo vel og já. Og þeir eru bara eins og trúðar, þeir eru svona, og rosalega svona, en þeir eru djöflar. Þeir eru algjörir djöflar. Þeir eru algjörir djöflar. Hverjir? Meiri hlutinn af prestunum. Sko, og þú sem ert trúaður, þú getur ekki verið svo blindur að þú treystir öllu sem heitir kirkjan, eða þjóðkirkjan, já, ég er þjóðkirkjumaður. Skýrður þar og öll ættin mín, mamma mín og pabbi og afi, öll ættin mín, alltaf gengið í kirkju. Við eigum þennan bekk hérna, sko. Mætti alveg skrifa okkar nafn á hérna og við sitjum hérna og hlustum, en þér alveg saman Guðs orð, þú þekkir það ekki. Þú elskar það ekki. Þú dæmir ekkert út frá því, sko, þegar ég segja dæma, þá er dæma Dæma hvað er satt og hvað er rangt og þú ert ekki lærður í orðinu. En kirkjunni, já, þú horfir upp á kirkjuna eins og hún gæti verið bara óaðfinnanleg. Það getur ekkert verið að kirkjunni. Þú horfir upp á kirkjuna eins og hún gæti verið bara Jesú, eins og hún er bara guðdómleg, kirkjan. Hún er ekki guðdómleg. Kirkja Jesú Krists er andlegi líkaminn af öllum þeim sem eru endurfæddir og frelsaðir. Það er kirkja Jesú Kristi á jörðinni. Og þeir geta verið í þessum söfniði, og það er bara brotpartur í hverjum einasta söfniði. Þegar Jesús kemur aftur, þá situr kannski meiri hlutinn eftir. Í þjóðkirkjunni situr 90% eftir, 95% eftir. Ég veit það. Og þeir sem verða uppteknir eða uppnumnir, það eru þeir sem hafa verið á vakningasamkomu og frelsast þar. Í næstum því öllum tilfellum. Ég veit þetta. Ég er viss þetta. Ég hef hugsað þetta og talað þetta og allt mitt líf. Og skoða þetta, og ég þekki þetta innanfrá, ég þekki þetta utanfrá. Núna veit ég hvað kirkja Jesú Krists er.
Ég verð ekki blekkt, ég ætla ekki að láta mig blekka. Allir geta orðið blekktir, en nei takk. Svo láttu ekki þjóðkirkjuna leiða þig til helvítis. Ef þú ekki hefur persónlegt trúarlíf, ert biðjandi heima og lest þína Biblíu og þekkir hana daglega sjálfur, þá verður þú mest líklega villeitur í dag. Það er mest líklegt. Og það er ekki nóg bara að vera svo rosalega mjúkur og jákvæður og þykjast vera svo rosalega saklaus og allt þetta. Ég veit að það ertu ekki. Þú ert ekki fullkominn. Það er bara Jesús sem er það. Efesos brefið 2 frá 18, ég þýði bara frá færeysku King James. Því að í gegnum hann höfum við báðir partar aðgang með einum anda að föðurnum. Í gegnum Jesús höfum við báðir partar, það er að segja gyðingar og heiðingar, í gegnum einn anda aðgang að föðurnum. Nú, þess vegna eru þið ekki meira fremmandir og útlendingar, en samborgarar með hinum heilögu og af húshaldi Guðs, og verða byggðir upp á grundvöll postulana og spámannana í Gamla testamenti, og Jesús Kristur sjálfur er höfuð hornsteinn í þessari byggingu. Hvaða bygging? Jú, við lesum það áfram. Í hverjum öll byggingin hæskilega skipuð saman vex að heilögu musteri í drottni. Heilögu musteri í drottni. Höldum áfram. Í hverjum, það er að segja í drottni, í hverjum þið líka verðið byggðir saman til bústað Guðs gegnum andan. Gegnum andan. Þetta er hús, þetta er bygging. Grundvöllurinn er spámennir og postulanir og Jesús Kristus sjálfur er hornsteinn og við erum steinar í þessari byggingu. Og hverjir eru steinar í byggingunni? Það eru þeir sem eru lifandi. Pétur segir það, Péturs bréf. Og Jesús byggði ekki sína kirkju á Pétur. Nei. Og páfinn situr ekki í Péturs stað. Páfinn er ekki einu sinni í líkama Jesú Krists. Páfinn er höfuð í kirkju Andkrists. Og páfinn er sjálfur Andkristur. Pétur fékk þessu opinberun Jesús. Þú ert Kristur, sonur hins lifanda Guðs. Blessaður ert þú Símon, sonur Jóna, því að hold og blóð hefur ekki opinberað þér þetta, en Faðir minn á himni. Og ég segi þér, já, skulum lesa það. Þetta er Mattheus 16. Ég þekki sko Guðs orð af því ég les það á hverjum einasta degi. Það gera trúaðir menn, þeir þekkja Guðs orð. Blessaður ert þú Símon bar Jóna, því að kjöt og blóð hefur ekki opinberað þér það, en Faðir minn sem er í himni. Og ég segi einnig við þig að þú ert Pétur. Þú ert Pétur. Og upp á þennan klett vil ég byggja kirkju mína. Hann
Sko, þú ert Pétur. Upp á þennan klett, hann segir ekki upp á þig vil ég byggja kirkju mína. Og þetta eru tvö ýmisk orð. Pétur merkir steinn en ekki klettur. Pétur Petros og það steinn sem við getur haldið í höndinni. Upp á þennan klett, það Petra og það bara helli, stór klettur. Sko, þú getur misskilið þetta ef þú vilt. Og ef þú ert blindur, leiddur á páfanum eða þjóðkirkjupresti, þá ertu blindur. Þú verður að þekkja Guðs orð. Upp á þennan klett vil ég byggja kirkju mína. Hver kletturinn? Það hefur aldrei verið neinn annar en Jesus Kristus sjálfur. Upp á þennan klett vitnar til ópenberunina sem Pétur hafði Jesú, að hann sonur, hann Jesus, hann sonur hins lifanda Guðs. Pétur var þarna orðin lifandi steinn af því að hann hafði réttu ópenberun Jesú. Og það var þar sem sú ópenberun Jesú, þar kirkjan. Þar sem sú ópenberun ekki rétt, það ekki kirkja. Það bygging og einhver prestur Karlskans sem predikar heimspeki og stendur brosar eins og trúður. Þeir eru trúðar í dag. Algjöri trúðar. Upp á þennan klett vil ég byggja kirkju mína og líð helvítis skulu ekki fá sigurinn á því eða á henni. Sko, það af því að hún stendur í Jesú. Það af því að hann hefur unnið sigurinn. Síðara Kórinthubréf, fyrra Kórinthubréf 10, fjórir. Og drukku allir hinn sama andlega drykk, því að þeir drukku af því andlega kletti sem fylgdi þeim, og sá klettur var Kristur. Kristur kletturinn, ekki Pétur. Ekki Pétur. Og þú sem heldur það að Jesus byggði sína kirkju á Pétur, þú ert trylltur og villtur og blindaður. Af hverju? Hórdómsvíni skækjunar í Róm. Hún full af villikenningum, alveg frá A til Z. Þeir tilbiðja víst Maríu og þeir biðja til hinnar dánu, biðja fyrir hinnum dánu og bla 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 og þeir trúa á purgatory eða skerseld. Þetta allt sama villikenningar og þeir trúa því að góð verk þjóna með í hjálpræðinu. Ef við höldum áfram frá Mattheus 16, þá rétt á eftir, þá fyrir Jesus að segja það að mannssonurinn mun núna fara að vera tekinn krossfestur og allt þetta, og þá kemur Pétur og segir, nei, þetta má ekki verða, þetta má ekki vera, þetta má ekki ske. Og þá snýr Jesus sig og segir, vík aftur mig, Satan. Þessi Pétur sem fekk þessa ópenberun Jesú, það var svo auðvelt, hann gat líka næstu stundu verið blindaður af Satan, á anda djöfulsins. Og það var hann hér, og Jesus segir við hann, farðu aftur mig, Satan. Þannig að þið sem treystið á hornsteinin Pétur, eða klettin, við byggjum á, og páfinn situr þarna í hans pláss. Þið alveg villtir og steinblindir og steindauðir, þið ekki lifandi steinar.
Þið hafið ekki rétta opinberun Jesus Krist. Ef þú ferð fram fyrir páfann þá það krafið af því að þú skalt niður að hné og þú skalt kissa hans hring. Í Postulasögunni 10 þá kom Pétur inn til Kornelius og hans hús og Kornelius hann hélt að Pétur væri eitthvað guðdómlegur. Hann hneig fyrir honum og Pétur sagði, stattu upp, ég bara maður. En af því hann vissi það er Guð þú átt að tilbiðja, ekki mig. En ferðu fram fyrir páfann, þá skaltu niður. Og það er tilbiðjun. Það hefur alltaf verið tilbiðjun. Þú ert minn herra, ég tilbið þig, ég beig, á ég að kissa fætuna líka. Það er líka krafið stundum, að þú skal kissa. Og þú verður að vera í dökkum fötum, af því páfinn, hann er þarna í hvítum fötum. Af hverju? Af því hann er úlfur í sauða, eða kindafötum. Hann er úlfur í sauðaskinni. Alveg hreint. Nei, þú ert Pétur. Og upp á þennan klett vil ég byggja kirkju mína. Þennan klett, hvaða klett? Þann klett sem Pétur hafði opinberun á og sá grundvöllur var þarna lagður. Hann byggist á rétta sýn og opinberun á hver Jesus er. Það er þess vegna Pétur fær að heyra þetta. Þú verður að skilja þetta. Þetta er alveg eins og þegar Jesus sagði við gyðingana, brjótið niður þetta musteri og á 3 dögum mun ég reisa það upp aftur. Getur þú reist musteri upp á 3 dögum? Þetta musteri stóð í byggingu í 46 ár. En hann talaði til þeirra líkama sinn, musteri líkams síns. Því hann dó og þannig var musteri líkams hans brotið niður en hann reis hann upp á 3. degi. Sérðu? Þannig talar Jesus stundum að þeir sem eru blindir, þeir blindast bara ennþá með sjá ekki neitt. En þeir sem hafa Guðs anda og fá opinberun, já, það var það sem þetta þýddi. Og það er það sama hérna með Pétur og kirkjuna. Jesus byggði ekki sína kirkju á Pétur. Kirkjan er byggð á Jesus Krist, hann er kletturinn og grundvöllurinn líka. Hann er grundvöllurinn líka. Hann er grundvöllurinn líka. Veitu hans? Fyrra Kórinthubréf 3:11. Því að annan grundvöll getur engin maður lagt en þann lagður sem Jesus Kristur. Hann er grundvöllin, við byggjum upp á hann. En annars þar sjáum við hann hornsteinninn. Sko þetta hefur myndræna, þetta þýðir eitthvað. Við byggjum upp á hann. Við byggjum ekki upp á Pétur. Og hérna hjá Matteus, hérna segir Jesus að ég mun gefa þér lykla konungdæmis himins og það sem þú munt binda á jörð mun vera bundið á himni og það sem þú munt leysa á jörð mun vera leyst á himni. Þennan mynduleika fékk Pétur af því hann var sá fyrsti sem hafði réttu opinberun. Hann var þarna lifandi í andanum, hann var þarna í Jesu. Hann var þarna lifandi steinn, sko. Þess vegna fær hann að heyra þetta. En síðar fá allir postulunir að heyra nákvæmlega það sama. Í Jóhannes 20, held ég. Ég ekki alveg viss, ég verð að gá. Nei.
Ég man ekki alveg hvað það stendur eða er það seinna hjá Matthíusi að hann, þegar hann er upprísin, hann andar á þá segir hann við alla apostolana að ég gef ykkur vald, ég gef ykkur lykla til að fyrirgefa og fyrirgefa syndur, afturhalda syndur og allt þetta. Það er bara ef þú ert í Jesú, ert sjáandi og getur talað fyrir hann af því að þú ert náið tengdur honum og veist sko. Veist hver hans hugur er. En þannig er páfinn ekki. Þannig er páfinn bara alls ekki. Páfinn þykist vera Guð á jörð. Og veistu það? Páfinn hefur kórónu sem er þrískipt, hún kallast tiara. Hún er þrískipt af því að þeir kenna það að hann er Guð fyrir ofan og á jörðu og fyrir neðan. Og þeir kalla páfann líka sumstaðar Our Lord God the Pope. Og það var málverk gefið út af Jóhannes Páll öðrum páfa og það var kallað vegurinn, sannleikurinn og lífið. Og þeir hafa ekkert að segja mót, nei, hann er það. Nei, það er Jesús sem er það. Þetta er páfaveldið er stærsti tælari og villari á jörðu. Og situr í musteri Guðs og segist vera Guð. Það er það sem segist, það sem stendur Andkrist að hann mun gera. Og páfinn hefur gert þetta og gerir þetta. Þannig að láttu ekki tæla þig af því sem kemur í Jesú nafni og kallast kirkja. Þá skaltu vita, þá skaltu vera sjáandi. Þú verður að vera sjáandi og vakandi. Jesús sagði það mundi margir koma í nafni hans og segjast vera Kristur, sem þýðir hvað? Smurður. En ef prestur kemur og segist vera í Jesú stað, en ekki er það, þá er hann andkristur. Og páfinn sem segist vera í Jesú stað, sko, já, ég ætla að segja, við talaðum tiara. Fram að 1950 eitthvað, þá stóð Vicarius Filii Dei stundum framan í, svo var það sett inn í. En núna er það stundum inn í, stundum stendur það ekki, af því það uppgötvaðist hvað þetta þýðir. Vicarius Filii Dei þýðir staðgengill sonar Guðs. Það er engin staðgengill sonar Guðs á jörðu. Staðgengill sonar Guðs er heilagi andinn og engin annar. Ef þú segist vera í stað sonar Guðs, þá ert þú andkristur. Og rómversku stafinir þeir hafa töluvirði. Ef þú tekur Vicarius Filii Dei og telur þetta upp og plussar þetta saman, þá gefur það 666. Páfinn er vissulega andkristur. Hafðu ekkert með páfakirkjuna að gera. En ég segi líka, hafðu ekkert með neina kirkju sem beygir sig undir páfakirkjuna. Af því kirkja sem gefur sig undir páfakirkjuna, ef þú gefur þig undir sú kirkju, þá ertu undirgefin páfan en ekki Krist. Og þá munt þú vissulega verða villeitur. Og ég skal segja þér eitthvað meir þarna kirkjan.is. Maður er þarna, maður sér regnbogalítina efst. Og svo skoða maður aðeins lengra niður. Og þetta er allt pólitísk agenda. Hvað stendur þarna? Græna kirkjan. Hvað er þetta? Græna. Já, þú veist hvað það er.
Þetta pólitísk agenda. Þetta pólitíska aflið sem tengt Brussel. Þar sem eitthvað, þú veist, við verðum að vinna með, þú veist, vinna með þessu, vinna með þetta, já, og notum kirkjuna líka fyrir okkar grænu pólitísku mál og svo líka að fá þetta LGBT frjálst og fá fólkið að meðtaka þetta og ekki vera á móti þessu. Sanntrúaðir menn geta aldrei tekið við þessu. Sanntrúaðir menn munu alltaf standa á móti þessu. Sanntrúaðir menn standa við Guðs orð og dæma allt út frá því. Hvern einasta mann á jörðu og hvern einasta anda og djöful og allt saman. Við þekkjum allt út frá Guðs orði. Og engin maður mynduleiki í sjálfum sér. Engin maður. Engin maður. Ég var að tala Pétur. Rétta biblían, kirkjubiblían, færiska, í Jóhannes 1:42, þar segir hún að Kefas þýðir klettur. Það gerir það nefnilega ekki. Og ég get trúa því að íslenska kirkjubiblían segir líka að Kefas þýðir klettur. Já, sjáðu, þá getur þú tengt þarna Jóhannes 1:42, Kefas klettur. Já, Jesus byggði sína kirkju á Kefas, þannig hann þýðir klettur, þannig að við skulum hafa með hann, já, páfinn situr þarna í Péturs stóli, í Péturs stað, þannig við skulum fara til Róm næsta sumar, elskan, og niður að kné fyrir páfanum, kissa hann, og tilbyrja hann, og páfinn, þá ertu alveg trilltur og villeitur. Nei, sanna biblían segir svo, í Jóhannes 1:42, og hann leiddi hann til Jesú, og þegar Jesús sá hann, sagði hann, þú ert Símon, sonur Jóna, þú skalt kallast Kefas, sem þegar þitt steinn. King James. Þetta er rétta. Kefas þýðir steinn, en alls ekki klettur. Þeir sem skrifa það að Kefas þýðir klettur, þeir eru djöfulsins villeiðendur. Og hvar finnur þú þá? Í kirkjunum. Postular Satans standa þar í fínum fötum, prestapróf og rosalega. Gáðu eftir hvort þeir ekki næstum því allir eru frímúrarar. Og hver setur biskupana? Hver ræður því? Pólitíska valdið. Í Bandaríkjunum það allavega þannig að það eitthvað sem heitir deep state. Það eru einhver ráð þarna. Það sama hver sem valinn sem forseti. Hann fær boð hvað hann verður að gera. Og ef þú hlýðir ekki, ef þú gengur á móti og ferð að tala deep conspiracy og svona, þá verður þú skotinn. Eins og gerðist í 1963. J.F. Kennedy, hann var skotinn. Af hverjum? Deep state. Sem eru tengdir hverjum? Jesúítunum, sem eru útsendir hvaðan? Frá páfaskrattanum í Róm. Beygðu þig fyrir páfanum og þú ert að tilbiðja Satan. Ég beygi mig fyrir Jesúm Kristi og engum öðrum. John 1:42, thou shalt be called Kephas, which is by interpretation a stone. Þarna sérðu það.
Þarna getur þú tengt þetta við Mattheus 16, þú ert Kefas, þú ert Pétur. Pétur gríska þýðingin af Kefas. Kefas arameist og það þýðir steinn, ekki klettur. Og svo segir Jesus á þennan klett, það annað orð, það ekki Kefas. En þú getur trúið lyginni ef þú vilt, þú getur trúið páfakirkjunni og prestunum ef þú vilt, að þú verður að vera tengdur Vatikaninu, að þá ertu trylltur og viltur. Trylltur og viltur! Núna hefur þú allavega fengið viðvörun og nú veistu sannleikann. Nú fáfræðin engin undanfærsla. Nú veistu sannleikann. Þú ert án afsakanar. Jesús Kristur kletturinn. Þú skalt hafa rétta opinberun hann. Þá ertu steinn. Þá ertu meðlimur í kirkju hans og líkama. Við skulum fara til Pétursbréf, við komum aldrei þangað. Fyrra Pétursbréf, kafli 2, frá vers 1. Hvers vegna, leggjandi til hlíðar allan illvilja og allt fals og hykl og ég get ekki alveg þýtt þetta, öfundanir og illmæli, sem nýfædd börn þráið hina falslausu mjólk orðsins, að þið megið vaksa af henni. Þarna segja þessar alexandrísku djöfulbiblíur, þar segja það að vaksa til hjálpræðis. Bull og bullskítur. Bull skýtur upp úr helvíti. Það vex enginn til hjálpræðis. Það vex enginn til hjálpræðis. Þetta kaþólsk þekking. Komdu hérna í kirkju, komdu til altaris, prestur leggja hönd, komdu til þetta sakramenti og þá kannski kemstu til himins, en fer til helvítis. Sannleikurinn sá, þú heyrir fagnaðarerindið, Guð kallar þig og þú frelsast, þá ertu endurfæddur. Og þá ertu nýfætt barn. Hvað þýðir það? Guðs barn, nýfætt, þú ert endurfæddur. Andlega lifandi, Guðs andi býr innra með þér. Þá getur þú drukkið mjólk orðsins og vaxið sem nýfætt barn. Fólk sem ekki endurfætt, það getur ekki vaxið. Það ekkert innra með því til að vaksa. Það ekkert þar. Það dáið. Sanna Biblían, hún allt önnur bók, skilurðu. Þess vegna segi ég, komið aftur til trúbóta Biblíunar og hendið kirkjubiblíunum yngri en 1884 til, setja það niður í klósettið. Það einskisvirði. Við höldum áfram. Ef svo sé að þér hafi smakkað eða bragðað að Drottinn náðugur. Til hvers komandi, það komandi til Drottins, sem að lifandi steini. Hann lifandi steinn. Sem víst var vrakaður af mönnum en útvalinn af Guði og dýrmætur. Þér einnig sem lifandi steinar, skrifar Pétur. Við erum lifandi steinar. Þér einnig sem lifandi steinar verða byggðir upp sem andlegt hús. Andlegt hús. Ekki einhver rosalega fín frímúrara kirkjubygging, einhver risastóru þrekantur, einhver þvílíka bygging, maður. Eins og Hallgrímskirkjan í Reykjavík. Ástandið bara nákvæmlega eins og það var í Jerúsalem þegar Jesus gekk þar. Þeir trúðu upp á musterið. Já, við erum fólk Guðs, en svo þekktu þeir ekki Guð.
Þeirra traust var í því að þar sem þeir, já en við erum. En sjáðu musterið, sjáðu. Það var ekkert drottinn og orðið. Nei, fólk var búið að missa þráðinn, missa það sem allt snerist Það hefur líka gerst í dag, alveg nákvæmlega eins. Verða byggðir upp sem andligt hús, heilagur prestaskapur. Hvað? Hverjir? Hver? Hvernig hann talaði við? Hann talaði til alla trúaða. Heilagur prestaskapur. Hvað, eru allir trúaðir prestar? Já, ég var að segja ykkur það fyrir nokkrum dögum síðan. Allir trúaðir eru prestar. Ég er prestur. Ég er prestur Krists. Ég er ekki einhver prestur Kölskans. Nei. Og ég er fegin yfir það að ég hef ekki verið á prestaskóla eða náði einhver guðfræðipróf í Reykjavík eða Kaupmannahöfn. Einskisvirði. Í dag er það einskisvirði. Það var kannski einhvers virði fyrir 300 árum síðan. Innan við kannski eina öld eftir trúbótina. Þá var þetta svona allt í lagi, en þetta er löngu síðan. Yfirtekið, tekið á bóli, tekið með valdi á hverjum jesúítunum sem eru sendir út frá Vatikaninu. Hversu margir eru þeir? Þeir eru 25.000. Og þeir fara út allstaðar. Með því endamál að ná sér inn og klifra upp og taka við valdinu. Þeir hafa sítið í number 10 Downing Street í London síðan 2013. Fyrir ofan hurðina þarna, það er svona, glugginn er svona og þarna er svona spíra sem ganga upp og þarna allt í einu sá maður þessi jesúítanir, þeir hafa logo. Það er sól, það stendur IHS og svo er betinspíri og svo er svona albylgja. Betinspíri og bylgja. Betinspíri og svo bylgja. Það var komið í gluggan fyrir ofan number 10 Downing Street og hefur verið þar síðan. Límað þarna í gulli. Og við sem höfum sjáandi augu og þekkja þetta, höfum lesið eitthvað, vitum sannleikan, já, þá er Bretland farið niður og norður, og það er það. Jesúítanir voru sent í 1700 hentir út úr 70 löndum. Af því að þeir koma inn og þeir taka yfir og þá er bara landið bara tekið. Ætli ekki þetta hafi gerst á Íslandi? Kirkjan er allavega ekki lengur kirkja Jesú Krists. Þá er ég að tala þjóðkirkjuna. Jesús á sitt fólk. Kirkja hans, hún fer hvergi. Hún er fólk hans. En þú verður að vera sjáandi, blessaður. Það gengur ekki lengur að vera blindur og bara leiðast af öllu sem talar nafni Jesús og sem er einhvern fínum fötum, einhver stór gullkross, nú fer inn í kirkju, já, þjóðkirkja og hlustar á allt og þá ertu þræll. Gjörsamlega blindur. Mér er alveg sama hvað þú kannt og hvað þú hefur lært og hversu fróður þú ert og menntaður þarna og þarna, mér er alveg sama. Enga virðingu fyrir því. Ég er fegin í því að ég hef ekki lært guðfræði. Ég þekki Guð og ég hef alla hans guðfræði. Ég þekki Guð sem Biblían talar og hef hans guðfræði. Og er kenndur á heilaga andanum, ekki heilaga andanum. Og það er allt sem við þurfum. Jesús valdi ekki 12 postula sem voru
fræðimenn og læriðir og heimspekingar. Hann valdi fiskjumenn og tollara. Venjulega menn. Ég venjulegur maður. Hvað ert þú? Ja, hvað ertu að þykjast vera? Ég sé ekkert í því. Ekki neitt. Ekkert. Komdu niður af þínum háa hesti og beygðu þig fyrir Jesúm Kristi, ekki biskup Innu Íslands. Næstum því allar prótestantiskar kirkjur í dag hafa beygt sig undir páfanum síðan 1992-90 þar í kring. Þetta allt saman blekking. Vatikan II frá 1968 eða eitthvað, það allt saman blekking. Þeir gefa þarna Vatikan II út, en þarna skrifa þær fyrir fyrstu blaðsíðu að allt sem var meðtekið í Vatikan I innsiglað, en við skulum ekki tala það. Núna skulum við bara, þetta bara kaþólskt facelift, þú skilur, facelift. En lestu Vatikan I, sem þeir ekki eru að afsegja sér. Kaþólska kirkjan er nefnilega þannig, hún getur aldrei sagt að þeir hafa tekið feil. Af því þeir kenna það að orð páfans er án feila. Hann getur ekki verið annað en bara satt og fullkomið. En það er hið öfuga, svo 100%. Þannig kemur kaþólska kirkjan fram aftur og þegar hún hefur fengið valdið, það skaltu sjá. Það kemur allt fram aftur sem var þarna, sem ég veit ekki hvað heitir á íslensku, það heitir Inquisition. Þú verður tekin, þú verður dæmdur sem falskennari og þú verður dæmdur og settur fastur. Já, byggður upp sem andlegt hús, heilagur prestaskapur, að fórna upp andleg fórn, góð takileg hjá Guði fyrir Jesúm Krist. Hvers vegna líka er það innihaldið í ritningunni? Sjá, ég legg í Síón aðal hyrnis stein, útvalinn og dýrmætan, og sá sem trúir á hann mun ei til skamar verða. Ykkur þess vegna sem trúa er hann dýrmætur, en þeim eru óhlýðnir steinninn sem smiðirnir vrökuðu, hinn sami gerður til aðal hornsteinn. Og rösunarsteinn og meinboga klettur, meinboga klettur, hjá þeim sem snáfa orðið, af því að þeir eru óhlýðnir. Þeir snáfa orðið, hrasa orðið. Hvernig getur það gerst? Af því þú heyrir en þú trúir ekki. Hvernig getur þú haft heyrandi andlegt eyra og heyrandi andlegt hjarta með því að vera sannur, í sannleika sannur fyrir framan Guði og daglega lifa með honum, heyra hans orð, biðja til hans. Þú ert trúaður af sönnu. Sko, ef þú segist vera trúaður en ferð þarna í kirkju, en hvernig ertu þá á mánudegi, þriðjudegi, miðvikudegi, fimmtudegi, hvernig ertu alla aðra daga? Er Guð ekki þá með þér? Ertu bara trúaður þegar þú ferð í einhvern söfnuð, en ekki fyrir utan það? Kallarðu það Guðs líf? Nei, þá ertu trúður, og presturinn þinn líka, trúður. Þú skalt vakna.
Þú skal taka þennan trú alvarlega. Vaknaðu til alvarleiks og til réttlætis að lifa réttlátt og láttu ekki blekkja þig. Láttu engan mann eða stofnun eða kirkju eða neitt komi í stað Jesú Krists. Þá hefur þú fengið þér þinn af Guð. Kirkjan ekki Jesús. Kirkjan annað líkami og kirkja Jesú Krist sem andleg bygging, eða hún musteri Belials. Ef það falsk kirkja sem blástimplar sódómusyndina, þá þarna á ferðinni hvað? Musteri Belials. Og þeir sem bara ekki standa á móti því, sem bara láta sér það linda eða láta sér það hafa bara að sitja þarna, þeir dauðir. Blindir og dauðir. Þú verður að heyra sannleikan. Ég elska þig nóg til að segja þér sannleikan. Sannleikan. Þú skalt vakna og fylgja Jesum Kristi. Af hverju segi ég þú skalt? Af því að þetta svo alvarlegt. Þetta nógu alvarlegt til að segja það. Og ég vil ekki hafa það að þeir sem vilja fylgja Jesú Kristi verða villleitir. Leittir vittlausa átt. Og það ekki af því að ég vil hafa einhvern að fylgja mér. Farðu í burtu. Ekki koma að fylgja mér. Farðu í burtu frá mér. Ég hef ekki tíma til þín. Ég hef nóg að gera. Matteus 7, 13-14. Gangið þið inn hið þrönga hlíðið, hlíð, ekki líð, heldur hlíðið, því að vítt hlíðið og breiður sá vegur leiðir til undirgangs eða glötun, og margir eru þeir sem ganga inn það. Margir. Það fara flestir í helviti. Því miður. Þeir ganga breiða veginn. Hvað þýðir það? Ekkert synd. Ekkert synd. Þú þarfst ekki að passa þig upp að neinu. Það bara kærleikur. Og það þetta, þessi falska jákvæðni. Jesús var ekki bara jákvæður, brosan einhver trúður þarna, eins og þessir Satans prestar í dag eru. Satans prestar. Jesús gefur náð til sanna iðrandi mannesku sem biður hann náð en sem líka vil snúast frá syndinni. Hann ekki komin að kalla hina réttlátu en syndarar til iðrunar. Og það vantar í nýju biblíunum. Það segir bara en syndarar. Það á að standa til iðrunar. Sinners unto repentance, Matteus 9:13. En það vantar í nýju biblíunum. Þessum helvítis biblíum. Það ekki of mikið sagt. Þú hefur tvær biblíur. Þú hefur Antiokia í Sýrlandi, Sýriu, og þú hefur Alexandríu í Egyptalandi. Þarna myndast tvær borgir fullt af handritum, eða aðeins 44 handrit frá Alexandríu, en 5.700 af antiókísku típunni, sem líka fer upp til Byzantium, Mikluborg, í Grikklandi, en sem líka Valdensararnir í Alpunum höfðu,
sama texta. Og þessi texti fannst líka í öðrum löndum, Armeníu og gamla ítalska biblían frá ár 120 og gamla gotneska biblían frá 300 eða 150. Hún bara, þær biblíur eru eins og King James, eins og Textus Receptus. Það er rétta biblían, sko. Ég segi bara alveg eins og mér alveg sama hvað þið finnst. Drottinn hefur varðveitt sína biblíu og það er trúbótarbiblían. Satan kom í 1881 í gegnum Westcott og Hort og síðan bara svo skipti lestin, hún skipti skinnara og allar biblíur eru farnar að fylgja þessum alexandrísku textum og það er ekki biblían. Það er ekki Guðs hreina og varðveita biblía. Það er Satans spilltu textar. Þess vegna hefur Guðs fólk í dag sverð sem ekki er brýnt. Það er bara enskir virði. Þess vegna verðið þið að grafa gömlu íslensku trúbótar biblíunar upp aftur og hreinsa þær og lagfæra þær í miðað við King James og prenta það og nota það og standa þjóðkirkjunni alveg á móti, bara kalla hana fyrir musteri Belials, það er hvað hún er. Það er hvað hún er. Hennar herra er pólitíska valdið og herra pólitíska valdsins er Lúsifer, það er Guð þessa heims. Síðara Kórinthubréf 4:4. Guð þessa heims er Satan. Og þeir sem vilja vera stórir í heiminum, þeir verða frímúrarar og þannig eru 32 stig eða 33, en ekki fyrir þú kemur upp fyrir 30, 31 eða eitthvað, þá færðu að vita allt. Þá verður sagt hér, við fylgjum í raun og veru Lúsifer, við tilbiðum hann. En þegar þú gengur inn í þessa frímúraraskap, þá er þér ekki sagt að þetta er bara velgjörandi félagskapur og komdu bara inn og næsta stig og þú þjóna okkur vel, komdu lengra upp. Haltu þig langt frá þessu. Og eru prestar þarna líka? Já, það eru prestar þarna líka. En þá biskupar. Fylgdu Jesum Kristi í Jesu nafni.